Sumir spá að, hvað við segja, rifrildi aðild Íslendinga að ESB eða ekki verði háværara og fyrirferða meira eftir því sem nær dregur þjóðaratkvæða greiðslu sem jú á dagskrá þessarar ríkisstjórnar, ekki aðild eða ekki reyndar, en það væri nú sennilega góð hugmynd að fjölmiðlar myndu taka sér tak og efla þáttagerð þessi mál, svona heilt yfir. Fjölmiðlar munu nú sennilega horfa til þess á næstu mánuðum og misserum og mogginn náttúrulega löngu byrjaður með þeirra lagi. En það fást auðvitað ekki öll svör við öllum stórum spurningum ESB í stuttri rökræðu, en ég ætla að gera hérna smá tilraun til að ná fram ólíkum sjónarmiðum. Og hingað eru komnir Magnús Skjöld fyrir hönd Evrópuhreyfingarinnar sem vill inngöngu Íslands í ESB. Velkomin. Takk fyrir. Og hinum einu ásnum Haraldur Ólafsson hjá Heimssýn sem berst gegn inngöngu í ESB. Vertu velkomin. Takk fyrir. Form þessa þáttar er hugsað einhvern veginn þannig að ég ætla að byrja hérna að loknum þessum inngangi að bjóða ykkur svona 5-7 mínútur til að halda einhvers konar erindi eða tjá ykkur það bara án truflunar hvers vegna ESB eða hvers vegna ekki ESB. Og svo ætlum við að ræða hvort það eru líkur á að við fengjum viðunandi skilmála eða ekki með aðild, rök og mótrök. Og ætlum við þurfum ekki líka að ræða eitthvað tengt öryggismálum eða öryggisleysi í heiminum sem sumir segja annarkvort ýti undir inngöngu okkar í ESB eða ætti beinlínis að halda okkur utan félagsskaparins. Við getum líka rætt viðskipti og kannski í lokin hvort millileikurinn að spyrja þjóðina framhaldið í þjóðaratkvæðagreiðslu ágætis lausn eða hvort það væri bara hreinlegra eins og Sigmundur Davíð Gunnlaugsson heldur fram að vaða bara beint í aðild eða ekki, spyrja þjóðin út í það. En ef við byrjum þá á meðrökum eða ég ætla að reynda að byrja á einu fyrst, bara stutt, ykkar hreyfingar, ekki rétt hjá mér að ykkar hreyfingar báðar fengu styrk á dögunum frá Alþingi, ekki þannig? 10 milljóna króna styrk. Já, ég veit nú ekki alveg hvort það er frá Alþingi, held að sé frá utanríkisráðuneytinu. Frá utanríkisráðuneytinu, já. Og hérna... En hann auðvitað ekkert kominn, þessi styrkur. En það er búið að gefa fyrirheit. Já. Og á féð þá, til dæmis ef við byrjum bara á Evrópuhreyfingunni, á það að fara í kynningu eða hvað? Hvernig verður því féð? Já, það er augljóst að það fer auðvitað bara í eitthvað slíkt í fundahald og hugsanlega svona tala við fólki í landinu með þeim hætti sem við getum Já, setjið þið peningin í beinan áróður fyrir aðild? Ég held að við munum bara reyna að eiga í samtali við fólk Evrópusambandið og hvað það er og hvað þetta gengur. Haraldur, er þessi stjórnsýsla til fyrirmyndar að þessi tvenn samtök fái sömu fjárhæðina til þess að reka áróður? Þetta kom mér nú allt mjög óvart í sambandi við styrkilag sem hann í blöðunum og svo fengum við símtal frá ráðuneytunum það að eitthvað slíkt væri í bígerð. Nú það er ljóst að í sambandi við svona styrk við gerðum einhvers konar samningur það hvað ætti að nota peningana í og við vitum ekkert þann samning, hvernig hann geti hugsanlega litið út og þessi styrkur eða þessi ráðstöfun ráðuneytisins á peningum er nú greinilega mjög umdeild bæði á Alþingi og utan Alþingis og ég skil það nú bara mjög vel. Þetta er allt saman frekar skrítið og ég er nú ekkert vissum að þessi styrkir verið nokkuð tíma greiddir út og ég held nú sjálfur að það væri langfarsælast að spara bara þessa peninga með því að hætta þessu tali öllu saman Evrópusambandið og hætta við þessar hugmyndir það að fara að ýta á stað. En myndu þykja styrkin eða Heimssýn? Ég get ekki svarað því vegna þess að ég veit ekkert hvernig svona samningur geti litið út. Ég veit bara ekki hvað ráðuneyti ætlast til í þessu sambandi. Heyrðu, ég dró spil áðan, hvor fengi fyrst að tala? Og það er Evrópuhreyfingin sem að færa að tala hvers vegna ESB. Þú færð hérna nokkrar mínútur til þess að
skýra það fyrir hlustendum áhorfendum af hverju þér finnst góð hugmynd að berjast fyrir þeim málstað sem þú berst fyrir. Já, sko, það náttúrulega svo að þessi Evrópusamruni, við getum kallað það, hefur auðvitað verið mjög langt ferli og hófst í rauninni strax eftir seinni heimsstyrjöld. Jafnvel má segja fyrir seinni heimsstyrjöld, því að hugmyndir nánara samstarf Evrópuþjóða voru auðvitað komin fram fyrir mörgum öldum reyndar, en við skulum ekki að fara alveg svo langt aftur. Og þetta kemur auðvitað til út af þeim sérstöku aðstæðum sem voru við lok síðari heimsstyrjaldarinnar. Það er að segja að Evrópa hafði í tvígang logað í mestu átökum, vopnuðu átökum mannkynssögunnar þegar þarna var komið sögu og fólk vildi auðvitað bara reyna að koma í veg fyrir að þetta endurtæki sig. Og þá fættist þessi sniða hugmynd að flétta saman efnahag stærstu efnahagskerfana á meginlandi Evrópu, Frakklands og Þýskalands með þeim hætti að þau myndu ekki lendi í átökum aftur og það voru auðvitað önnur ríki þarna í nágranninu sem tóku þátt í þessu og út úr þessu verið kol- og stálbandalagi 1952. Síðan þróast þetta samstarf og það kom upp hugmyndir til dæmis samstarf í varnarmálum á 7. áratugnum sem að náðu nú ekki flugi, auðvitað var NATO kom til sögunar þá og svo framvegis en efnahagsbandalag Evrópu verður til svona á þessum tíma og í rauninni önnur ríki sem að stóðu utan þess voru ekki hluti af þessu fyrsta 6 ríkja apparati sem að stofnaði þetta, fóru að fá áhuga á þessu, meðal annars Norðurlöndin og Bretland sem að reyndar sko ári áður en þeir sóttum aðild að þessu stofnuðu EFTA sem einhvers konar svona mótvægi við þetta. Nú, sko til að gera langa sögu stutta þá þetta hefur samstarfið þróast út í það að vera þetta sem við þekkjum í dag, Evrópusambandið, sem er í dag samstarf 27 fullvalda Evrópuþjóða. Fyrst og fremst auðvitað á efnahagssviðinu en síðan hefur auðvitað sprottið upp alls konar annað samstarf líka, til dæmis á menningarsviðinu og þessi ríki eru öll sömuleiðis og áður segir stolt af sinni menningu og sínum þjóðtungum og öðru slíku og leggja mikið upp úr því að styrkja við þær og styðja og í rauninni sko fræðimenn til dæmis á 8. áratugnum skrifuðu það að þetta væri eins konar svona bjarghringur þjóðríkisins. Það sem að sko sumir sjá fyrir sér sem einhvers konar svona ríkja bandalag að það hefði í rauninni bjarga þessum þjóðríkjum sem að standa frammi fyrir mjög stórum áskorunum í heiminum en eru ekki stakkbúin til að takast á við þær ein og sér. Þannig að þau taka sig saman í svona bandalag. Við höfum auðvitað alltaf verið á hliðarlínunni í þessu. Strax á 7. áratugnum, 1961, voru Íslendingar farnir að velta fyrir sér hvernig þetta tengjast þessu. Sáu þá að Bretar voru hugsanlega leiðin inn og Norðurlöndin líka og Gylfi Þ. Gíslason sem þá var viðskiptaráðherra fór nú í ferðalag til höfuðborga Evrópubandalagsríkjanna og spurði svona hvernig þau sæju fyrir sér að við sem lítið ríki getum tekið þátt í þessu og út úr því kom hugmyndin að við yrðum einhvers konar svona aukaaðilar og það má kannski segja að við séum það því að með samningnum Evrópska efnahagssvæðið höfum við þetta gengið inn í fjórfrelsið þannig að hér er frjálst flæði fólks fjármagns vöru og þjónustu eins og við þekkjum. Við höfum líka tekið þátt í Schengen-svæðinu og erum þar í rauninni fullgildir aðilar eins og öll Evrópusambandsríkin. Þannig að við sitjum þar við alveg við sama borð og önnur Evrópusambandsríki og erum í rauninni okkar landamæri í rauninni ytri landamæri Schengen-svæðisins. Notabene þá er ekki öll Evrópusambandsríki aðilar að Schengen. Þannig að við erum mjög djúpt fléttuð inn í þetta samstarf. Við eigum auðvitað mjög margt sameiginlegt með öðrum Evrópuríkjum, sérstaklega kannski Norðurlöndunum og Norður-Evrópuríkjunum og eigum mjög mikil viðskipti við þau. Þetta eru milli 70-80% af okkar útflutningi fer að þetta svæði. Þannig að við erum auka aðilar að þessu en við tökum ekki þátt í að móta þær reglur sem gilda þessum markaði. Og það er í rauninni fyrst og fremst kannski það sem að ég svona persónlega
tel að séu sterkustu rökin fyrir því að ganga þarna inn. Ég fullveldisinni, ég vil að íslensk rödd heyrist á alþjóðlegu vettvangi, ég vil að við sitjum við sama borð og aðra þjóðir í Evrópu og séum þar jafnrétta og jafnfætis öðrum þjóðum í Evrópu, þar á meðal í því að móta þær reglur sem gilda hjá okkur. Og þess vegna tel ég að það sé bara eðlilegt næsta skref. Við tökum skrefið inn í þetta samband, verðum hluti af þessu sambandi og sitjum við borðin þar sem að ákvarðanirnar eru teknar. Já, þú telur sem sagt að við myndum ná meiri ávinningi með að vera inn í herberginu við borðið heldur en að standa utan og stimpla. Klárlega. Ef að til dæmis bara segjum að þú byggir í blokk þar sem verður 27 eða 28 íbúðir og og þar er húsfélag sem tekur ákvarðanir það hvað á að gera í stigaganginum eða hvort að ég skiptum glugga eða þak og þú ákveður að vera ekki aðili að húsfélaginu en þú þarft hins vegar enga síður að sætta þig við það sem húsfélagi gerir. Já. Það segir sér þetta sjálft að það er betra að vera aðili að húsfélaginu. Takk fyrir þetta Magnús. Haraldur, eru þetta ekki ágætt rök sem hér eru búin á borð fyrir aðild? Ég sögulega yfirlit var í sjálfu sér ekki galið og það væri efni í annan þátt að ræða hvað Evrópusambandi hefur gert fyrir Suður-Evrópu og Austur-Evrópu og ég er nú ekki frá því að það sé margt að því jákvætt. Þótt að það sé nú oft pirringur hjá þessum ríkjum gagnvart þeim sem að stjórna í Evrópusambandinu, Þýskalandi og Frakklandi. En þetta mál snýst í hnotskurn það hver ræður. Þetta snýst það hver semur lögin, þetta snýst það hver dæmir. Og í Evrópusambandinu það Evrópusambandi sem setur lögin og Evrópusambandi sem dæmir og þau lög munu aldrei mótast af hagsmunum á Íslandi. Á Íslandi búa eina við 0,1% af íbúum Evrópusambandsins og samlíkingin við húsfélag alveg út í bláin vegna þess að í húsfélagið þá hefur hver íbúð eitt atkvæði en þannig það ekkert í Evrópusambandinu. Evrópusambandi hefur smám saman verið að þróast yfir í fyrirkomulag sem að flesti myndu segja að veri lýðræðislegra heldur en það var fyrir 40-50 árum síðan. Núna hafa stóru ríkin miklu meira vægi heldur en litlu ríkin og það má segja að það sé nokkuð eðlilegt. Nú, Evrópusambandið myndi sjálfsagt ekkert leika sér að því að setja lög sem hentuð okkur ekki bara til þess að hrekkja okkur, ég hef enga sérstaklega trú á því en það er bara mjög dýrt að taka við lögum í tölvupósti og sem að henta ekki, sem er dýrt að framkvæma og eru okkur óhagstæð, jafnvel þó að það sé ekki nema 5-10% af lögunum öllum. Og það er bara þannig með þetta samband að þar finnst mönnum gaman að setja reglur og lög og margir telja og þar á meðal Evrópusambandi sjálft telur að það sé nú ástæðin fyrir því að Evrópusambandi er að dragast svona mikið aftur úr öðrum heimslutum. Það er þessi löngun til þess að regluvæða allt mögulegt. Það er svo annað mál. Í stuttu máli að þá snýst þetta sem sagt það hver er ráða á Íslandi og það er það sem við köllum lýðræði. Það er möguleiki íbúa landsins til þess að kjósa burt fólk sem það vill ekki að ráði lengur. Í Evrópusambandinu kjósa menn ekkert í burt þá sem að ráða eða semja lögin. Það er alveg óskaplega löng leið alveg eins og var í gömlu ráðstjórnaríkjunum og er í Kína og er bara mjög erfitt að eiga við slíkt. Nú, það var farið í vegferð fyrir nokkrum árum síðan, fyrir 15 árum síðan til þess að reyna að koma Íslandi þarna inn og hún endaði bara út í móa eins og við mátti búast og til þess að leggja af stað í aðra vegferð þá þarf ákveðnum skilyrðum að vera fullnægt. Og það til dæmis þarf þjóðin að hafa einhvern áhuga á þessu og það virðist nú ekki vera. Alþingi þarf svona nokkuð góður meirihluti og Alþingi þarf að vera til staðar og eins þarf ríkisstjórnin að vera á þessu. Ekkert af þessu er til staðar. Þetta ríkisstjórnarflokkarnir komust til valda með því annarkvort að segja að þeir vildu ekki ganga í Evrópusambandi eða með því að segja að þeir ætluðu ekkert að gera í málinu á yfirstandandi kjörtímabilinu þannig að þetta er allt saman svona tómt platt sem þetta byrjar á og það er gríðarleg andstaða meðal þjóðarinnar og ég held að Magnús og þeir sem eru með honum í þessu félagi lifi í einhvers konar svona menningar búblu eins og menn segja sem að skynjar ekki þessu andstöðu.
Íslendingar vilja upp til hópa halda í það sem að þeir líta svo á að sé lýðræði, í þetta lýðræði sem við höfum hér. Þeir vilja geta kosið sér stjórnvöld og þeir vilja umfram allt ekki verða þegnar í upprennandi hernaðarbandalagi í Evrópu undir stjórn Þýskalands og Frakklands. Það er bara mjög fáir Íslendingar sem að kæra sig á endanum að vera þegnar í þessu bandalagi. Nú svo við höldum áfram með þessa sögu, við fórum sérst út í Móa með þessa umsókn þarna upp úr 2009. Málinu var stýrt út í Móa. Ég menn það voru engar forsendur fyrir þessar umsókn, hvorki hjá þjóðinni, hjá ríkisstjórninni eða hjá Það voru forsendur fyrir því að Gunnar Bragi sendi stuttabréf til Brussel. Sko, eins og ég segi, sko, það þarf að vera vilji til staðar og allt þetta ferli gengur út á það að reyna að koma þjóðinni þarna inn með einhvers konar plati og blekkingum, reyna að ná fram samþykki fyrir einhverju sem hægt að túlka frjálslega og fara svo í aðildarferli og svo þegar kemur gluggi einhver tíman eftir 5 eða 10 ár þegar verður efnahagslegt áfall þá sé hægt að blása til þjóðaratkvæðagreiðslu og í trausti þess að það sé hægt að fá 50,1% út úr svo líka atkvæðagreiðslu og þessi aðferð bara gengur ekki, hún gerir ekkert annað heldur en að sturta eitri í íslenskt samfélag. Fólk þolir almennt ekki svona háttalag og svo við heldum nú áfram með þetta sem ég var byrjaði á þarna með umsóknina sem að þið eru nú 2 hérna á þessari línu þannig að ég fæ nú kannski ekki á þessari línu, ég er galopinn gagnvart framtíðinni. En við skulum sko athuga að það sem menn skildi nú ekki fara á stað í svona ferli nema eitthvað hafi breyst í þá átt að það sé líklega að það gangi eftir að við gangum í þetta bandalag en allt í alþjóðasamfélaginu hefur gengið í öfuga átt, það er að segja Bretar eru farnir út, þeir eru gríðarlega mikilvæg viðskiptaþjóð, við viljum það var ekki þeim til góðs. Það eru skiptaskoðanir það en það sko það er óðsmannsæði að láta Þýskaland og Frakkland stjórna utanríkisviðskiptum Íslands gagnvart Bretlandi og náttúrulega restin af heiminum. Það er alveg fráleitt. Nú svo taka þeir upp á því þarna mennirnir í Bandaríkjunum og Evrópu fara í tollastríð og ég meina við værum þar í skotlínunni ef við værum innan Evrópusambandsins. Það er alveg ljóst og Evrópusambandið er að vera fátækar en það var og Evrópusambandið ætlar að vera herveldi, ætlar að eyða gríðarlegum peningum í að setja upp her. Hlaðans að koma þeim þætt og eftir. Ég er svolítið hissa á því að hvorugur ykkar nefni þennan viðskiptalega ólgusjó sem fylgir því að vera Íslendingur. Þetta er náttúrulega bara skopparabolta hagkerfi, þetta er lottó hvaða kennitölu maður hefur. Þannig hefur íslenskur efnahagur verið. Hér áður fyrir þá voru náttúrulega þessar gigantísku gengisfellingar og verðbólga og allt það og í seinni tíð þá er það mjög misskipt bara eftir, eins og ég segi, eftir kennitölum, hvaða ár þú fæðist við hvaða aðstæður þú þrífst hér og það eru þau rök sem Haraldur, sem að ég heyri oftast frá ungu fólki að það nenni ekki þessum bankavaxtamálum því öllu er það ekki eitthvað sem að þér finnst að ég skipti miklu máli að ræða gjaldmiðilinn, ræða samkeppni í bankaumhverfi og öðru slíku? Jú, sjálfsögðu. Ég held að það yrði okkur til hagsbóta að taka upp sterkari gjaldmiðil, klárlega. Ég meina við sjáum það stýrivextir í Evrópusambandinu, það er að segja Evrópska seðlabankanum eru auðvitað miklu lægri heldur en stýrivextir hér og það eru svona ákveðnar líkur á því að það taka upp evruna myndi þýða það væri svona auðveldara fyrir fólk að taka húsnæðislán og allt það. En það er í rauninni ekki kannski það sem að svona, mér finnst það sterkustu rökin fyrir þessu. Heldur það fyrst og fremst þessi fullveldisrök og þau að taka þátt í þessu samstarfi sem að okkar helstu bandalags- og nágranna þjóðir hafa búið til og eru í og við erum djúpt fléttuð inn í, hvort sem okkur líka betur að vera og við erum að taka móti þessum lögum og reglugerðum í faxi
sem að fara auðvitað í meðferð Alþingis og allt það en enga síður sko. Þannig að án þess að hafa nokkra aðkomu að þeim. Þannig að við erum nú þegar undir áhrifum frá því sem að Evrópusambandið að gera, reynda býsna miklum. Og sko fræðimenn hafa reynt að slá einhverja tölu á þetta að við séum að taka upp svona hátt í það sama hlutfall og Evrópusambandsríki eru að gera sjálf. Evrópusambandsríki er svo Svíþjóð. Var eitthvað sem að Haraldur sagði sem að þeir beinlínis bara rangt eða rugl? Ég ætla nú ekki að fara að væna Harald að vera með eitthvað rugl, skilur mig, en það er hins vegar alveg augljóst að við höfum ekki sömu sýn á Evrópusambandið sem fyrirbæri. Ég lít ekki á Evrópusambandið sem eitthvað stórríki sem að hafa eitthvað sjálfstætt líf sem að sé komið til þess að deila og drottna. Þetta er auðvitað samstarfsvettvangur Evrópuþjóða, það er reglur sem eru settar á þessum vettvangi snúa fyrst og fremst að því að búa til einsleitan markað sem að snýra því að einstaklingar og fyrirtæki á öllu svæðinu búi að sama lagagrundvelli og það sé ekki mismunað á grundvelli þjóðernis þegar kemur að því að eiga viðskipti. Þetta snýra að réttindum mikið til einstaklinga, neytendavernd, persónuvernd og öðrum slíkum hlutum og ég meina við erum Evrópuþjóð, við erum djúpt fléttuð inn í þetta samstarf og við eigum að vera við borðið þar sem að þetta samstarf fer fram. Áður en við förum í sérstöðuna og skilmálana og hvað við getum fengið í þessum pakka, þá langar mig aðeins að spyrja þig, Haraldur, af því að ég var að nefna þarna rök unga fólksins sem maður heyrir oft með hið óstöðuga efnahagsástand. Hvaða leiðir gæti Ísland farið til þess að koma á meiri stöðuleika í efnahagsmálum án þess að ganga í ESB? Ungt fólk í Evrópusambandinu fær nú upp til hópa ekkert lán og húsnæðisverð í borgum þar er himinhátt, þannig að staða ungs fólks í Evrópusambandinu er svona jafnaði miklu lakari heldur hún er á Íslandi og þó er svigrúm til þess að bæta hlutana hér á Íslandi. Ég er svo sem ekki til neinu sérstökum af það sé ýmislegt að gera í því, ég veit ekki hvort það á Íslandi og ég veit ekki alveg hvort að það á erindi inn í þessar umræður en það sem er algjörlega ljóst er að það er engin ávísun á ódýra peninga að ganga þarna inn og ég heyri það nú á Magnúsi að tónninn í honum er þannig að hann áttar sig á því að það er ekkert þannig. Ertu sáttur við íslensku krónuna? Mér finnst hún að mörgu leyti ágæt og ég hef efasemdur um það að það kæmi mikið ódýrt lánsfé þótt að við breytum gjaldmiðil. Maður sér það þegar maður lítur þegar maður bara les allar þessar greinar eftir alls konar hagfræðingar sem að benda á það að það séu allt aðrir hlutir heldur en í stærð gjaldmiðil sem ræður því hvað lánsfé er dýrt og það fer ekkert á milli mála og vextir á Íslandi hafa svona gegnum tíðina, raunvextir hafa verið 1-2% yfir því sem er algengt Þeir eru meira núna en það. Þeir eru meira núna og það hlýtur að vera mjög tímabundið ástand, ég trúi nú ekki öðru en það er enga vísbendingar um að það breytist við það að ganga í Evrópusambandið. Okay. Hitt er hins vegar ljóst að kostnaðurinn við að ganga þarna inn, hann er svo stjartfræðilegur að það er ekkit hjá því komist að lífskjör versni á Íslandi við það bara þurfa að standa undir þessum kostnaði. En svo reikna menn líka út alveg brjálaðslegan kostnað við að halda íslensku krónunni og allt annað sem myndi sparast á móti ef þessum umskiptum myndi fylgja upptaka á nýjum gjaldmiðli líka eða einhvers konar. Þá eru menn þegar menn að reikna þennan kostnað við íslensku krónuna þá eru menn að skoða þessa vexti sem að þarna erum að ræða á og það er ekki kostnaður í sama skilningi og við erum að tala í sambandi við viðskiptum við Evrópusambandið. Það er í meginatriðum tilfærsla á peningum frá fyrirtækjum til lífeyrissjóðanna. Fyrirtækin eru stærstu lántakendurnir og lífeyrissjóðarnir eru stærstu lánveitendurnir. Okay. Þannig að þetta er allt annað en kostnaðurinn er, þetta snýstuð að miklu leyti kostnaður við að ganga í þetta bandalag og hann er alveg svakalega mikill. Förum þá í næsta kafla umræðunar sem er hvort við myndum fá viðunandi skilmála. Þið náttúrulega þekki það með mér að gömlu rökin gegn eingöngu voru sjávarútvegsmálin og það var talið að við myndum afsala okkur fiskimiðum og fjöreikið
í íslensku samfélagi, við erum að deila því með svo mörgum að það var ekkert vit í því. Á þeim tíma sem þessi rök voru hæst þá skiptust reyndar þjóðartekjur með öðrum hætti en það gerir í dag. En eigi að síður, þetta voru aðal mótrökin þegar vinstristjórnin 2009 til 2013 færðist kannski full mikið í fang ásamt öllu hinu sem maður þurfti að gera með að setja þetta mál á dagskrá, sem halda því fram að hafi ekki verið tímabært að fara í þessu umræðu þá. En líka ansi margir segja að næsta stjórn sem kom á eftir hafi ekki sýnt frábæra stjórnsýslu með því að gera það sem hún gerði. En sem sagt, skilmálar, góðir eða vondir, hver okkar sérstaða, hvað væri mestri hættu? Byrjum á þér, Magnús. Já, takk fyrir þetta. Aðeins bara svona þessa efnahagslegu hlið, þá það auðvitað þannig að sko, það að vera með stóran gjaldmiðil, eins og evran að það eykur fyrirsjáanleika í hagkerfinu og mundi að öllum líkindum draga verulega úr þeim sveiflum sem að íslenskt efnahagslíf þarf að búa við og það þekkja það auðvitað allir sem standa í viðskiptum að fyrirsjáanleiki er mikilvægur þegar kemur að því. Og eins og bendir réttilega og þá auðvitað gríðarlegur kostnaður við það að halda úti minnsta gjaldmiðli í heimi. Það er engin spurning. En snúum okkur aftur á hinu sem er spurningin hvaða hagsmuni við þyrftum að standa vörðum ef við færum í aðildarviðræður við Evrópusambandið. Nú það svo að aðildarsamningar eru sérstakir fyrir hverja þjóð sem þarna gengur inn. Sumt eru tímabundnir aðlögunarsamningar og annað svona kannski traustara eða varalegra. Það hefur alveg sama gildi og grunnsáttmálar Evrópusambandsins. Þannig að það eitthvað sem ekki hægt að breyta nema miklum viðbúnaði. Sko, ég held að það séu býsna, sko, ég meina við þekkjum það, við viljum að fiskimiðin okkar séu í okkar höndum og við séum þau sem að ráðu því hverjir fiska hér við land og það ekki alfarið. Það í sjálfu sér enga líkur til annars miðað við það hvernig fiskveiðistefna Evrópusambandsins segir en að það því þannig áfram. Það kemur skipinga sem að hefðu rétt á að veiða í íslensku lögsögu. Þau kemur náttúrulega ekki nema bara við gerðum samningum að slíkt því að við það er byggt á veiðireynslu og það er engin önnur skip sem hafa veiðireynslu innan Evrópusambands innan íslenskrar fiskveiðilögsögu en íslensk skip þannig að það myndi ekkert breytast. En ég get ekkert sagt fyrir það hvernig aðildarsamningur Íslands myndi líta út. Það þarf auðvitað að fara í þessar aðildarviðræður og það taka tíma og eins og Haraldur benti réttilega á áðan að það var búið að opna ýmsa samningskafla en það voru aðrir sem voru eftir og þar á meðal sjávarútvegsmálin, landbúnaðarmálin og byggðamálin og það þarf auðvitað bara að ræða þau í þaula. Það sem kemur út úr þeim samningum mun auðvitað hafa mikið það að segja hvað þjóðin segir endanlega þegar slíkur samningur og þegar og ef slíkur samningur verður borin undir þjóðina og ég get bara sagt að hér að ef að hann yrði með þeim hætti að það myndi ríða íslensku efnahagslífi eða samfélagi að fullu að ganga inn í Evrópusambandi með við þann samning sem að væri fyrirliggjandi þá myndi ég segja nei við honum. Þannig að það má segja að Evrópuhreyfingin berjist fyrst og fremst fyrir því að fá að kíkja í pakkan, fá að skoða hvað sem hafa kallað þetta kíkja í pakkar, já. En ég held að það við auðvitað vitum ekki nákvæmlega hvernig þessi aðild myndi líta út fyrir við höfum klárað okkar aðildarsamninga. Það er auðvitað bara þannig. En þú stefnir ekki blind á aðild í ESB, þú vilt fá að sjá hvað kemur út. Það fer auðvitað enginn inn í Evrópusambandið sem það sé þjóðaratkvæðagreiðsla það mál og ef að samningurinn sem er á borðinu er með þeim hætti að hann sé ógn við hagsmuni Íslands að þá er auðvitað borðliggjandi að hann felldur. Já, Haraldur. Mér heyrist á öllu að planið sé það að búa til einhvers konar samning með óljósu orðalagi sem hægt að kynna fyrir Íslendingum á þann vega það séu búið að reisa einhverja girðingar. En Evrópusambandi mun að sjálfsögðu túlka sem svo að Íslendingar gangist undir löggjöf Evrópusambandsins og svo þetta rætt á þeim forsendum. Það er alveg ljóst og Evrópusambandi hefur sagt það í sambandi við inngöngu nýrra ríkja og í sambandi við inngöngu Íslendinga að
það stendur ekki til að semja neinn frávik frá löggjöf Evrópusambandsins. Það bara þannig, þetta spurning aðlögun og það væri líka ógjörningur að semja einhverju lög sem að koma eftir 5 eða 10 eða 15 ár. Við vitum ekkert hvernig þau hljóða og þau vitum það eitt að okkur verður gert að hlýða þeim ef við erum þarna inni. Það ekkert umdeilt. Svo auðvitað annað að jafnvel þótt að mönnum tækist að setja inn eitthvað í einhvers konar samning við Evrópusambandið að þá hefur nú bara reynsla undanfarinna vikna og mánaðar sýnt að Evrópusambandið stendur ekkert við svona samninga nema það hendi og valdheimildir Evrópusambandsins gagnvart smáríkjum eins og Íslandi eru svo gríðarlega miklar að það ekkert vandamál að knýja fram einhvers konar breytingar á samningum menn bara íta á einhverju aðra takka í einhverjum öðrum málum og hóta öllu illu og þá munu smáríki á borð við Íslendinga ekki sjá sér annað fært en að hlýða sambandinu. Og allt þetta tal fullveldi ríkja nú vægast sagt vafasamt því að það auðvitað þannig að það Evrópusambandi sem ræður og Evrópusambandi sem að svona veitir ríkjum eitthvað svigrúm til þess að ákveða hvernig gluggatjöldin eru heima fyrir og við sjáum þetta á bara mörgum atburður sem hafa gerst undanfarin misseri og undanfarin ár og mér dettur nú bara til dæmis í hug núna að Evrópusambandi bannaði Dönum að hleypa færeyskum skipum inn í sínar hafnir til löndunar og þó voru Færeyjar að hluta danska ríkinu og nú svo var þarna valdamaður í Ungverjalandi vildi reyna að bera klæða á vopnin í Úkraínu og ákveður að fara í heimsókn til Moskvu í vonum það að það geti eitthvað hjálpað til við það og þá fara valdamenn í Evrópusambandinu algjörlega í fjörunum. Hann mátti ekki einu sinni fara sjálfur til útlanda án þess að fá leyfi frá Evrópusambandinu. Allt þetta í þessum dúr það Evrópusambandi sem ætlar að ráða. Þannig það bara hjá stórveldum. Tökum við mitt hérna bara þennan bolta sem Haraldur nefnir með öryggisrökin. Já. Það nú ekki langt síðan Kristrún Frostadóttir var hérna í spjalli við mig og við vorum að ræða það hvort ástandið í heimsmálunum náttúrulega með Trump sem óábyrgan og traustan bandamann í vestri og Putin í austri og hérna það mikla hræringar og náttúrulega stutt síðan Trump gaf eiginlega skít í Evrópu nema einhverja hægri populíska flokka sem að honum hugnast og getur grafið undan hérna því sem að Evrópa hefur verið þekkt fyrir svo mín skoðun. Að hve miklu leyti ef einhverju hefur öryggisleysið og svona ný staða í utanríkismálum, öryggis- og varnarmálum, að hve miklu leyti ef einhver hefur svona tíðarandi líðandi stundar áhrif á hugmyndir okkar aðild að ESB eða ekki? Enn og aftur að þá langum við til að benda á bara gjörólíka sýn okkar Haraldar á Evrópusambandið sem fyrirbæri. Evrópusambandið ekki eitthvað stórveldi sem að hefur eitthvað sjálfstæðan vilja í því að kúga einhver smáríki. Það auðvitað ekki þannig. Þetta bandalag 27 fullvalda ríkja og þar af eru mikill meirihluti þeirra smáríki. Af hverju eru þau þarna inni? Eru þau þarna til þess að láta Þýskaland og Frakkland kúga sig? Nei, þau eru það ekki. Þau eru þarna inni vegna þess að það þeim í hag þegar að vera inn á markaði sem að býr við sameiginlega reglur þegar kemur að viðskiptum. Þau eru þarna inni vegna þess að þarna vettvangur til þess að takast á við alþjóðlegar áskorunir sem að til dæmis Haraldur þekki vel sem að snýra að loftslagi og veðri og öðrum slíkum hlutum. Sem í auknum mæli líka farin að snúast öryggi þessara ríkja allra sem að hérna eru í Evrópu og ekki aðeins þeirra heldur líka ríkja sem eru utan sambandsins sem að taka þátt í því samstarfi bæði á vettvangi NATO og á öðrum vettvangi líka og ég meina auðveldast auðvitað að benda á stuðningin við Úkraínu sem ekki aðilaður Evrópusambandinu en Evrópuríki og mikilvægt fyrir öryggi Evrópu og þar sé stríð hefur auðvitað áhrif á alla álfuna og þar meðal á okkur.
Frá lokum síðari heimsstyrjaldarinnar hefur verið gríðarlega gott tímabil fyrir smáríki. Það hefur verið smáríkjum hagfellt. Það hefur verið undirbyggt af alþjóðlegum stofnunum á borð við Evrópusambandið, á borð við Sameinuðu þjóðirnar og þá vettvanga sem að til að mynda Bandaríkjamenn hafa komið á fót og stutt við, en virðist nú eitthvað verið að breytast. Það er smáríkjum í hag að slíkt kerfi, alþjóðalög og annað slíkt, að þeim sé framfylgt. Ef að það kerfi brestur, að þá auðvitað bara aflinn sterka sem að ræður í alþjóðlegum samskiptum og það er smáríkjum í hag að geta fléttað stærri ríki inn í bandalag á borð við Evrópusambandið þar sem að þau hafa þó einhver tækifæri til þess að sporna við alræðisvaldi þeirra ef þeim sýnist sem svo að beita því. Því að stóru ríkin hafa undirgengist það að hlíta lögum og reglum innan þessa markaðar og eru bundin af þeim og smáríkin taka þess vegna þess að þau vilja vera á vettvangi þar sem alþjóðleg lög eru virt. En heldur að herkostnaður Íslendinga myndi ekki aukast með aðild að ESB? 100 milljarða. Það er spurning, auðvitað myndum við þurfa að greiða í sambandi, við gerum það auðvitað nú þegar sem þáttakendur í þessu verkefni, við greiðum í uppbyggingasjóði Evrópusambandsins og styðjum við bakið á fátækari þjóðum svæðisins, Evrópska efnahagssvæðisins og við munum halda því áfram. En við myndum líka fá aðgang að ýmsum sjóðum og við höfum til dæmis séð það ef við höfum ferðast Evrópu, þá þetta Evrópusambandið að koma því að byggja alls konar göng og brýr og vegi í álfuna samgöngur og landbúnaðar sem að ég geri ráð fyrir að þau myndu gera líka hér. Við erum mjög lítil þjóð, það er að segja fámenn þjóð í mjög stóru og erfiðu landi og innviðirnir hjá okkur eru tiltölulega frumstæðir með það sem að gengur og gerist á meginlandi Evrópu. Og mikil skuld. Mikil innviðaskuld auðvitað safnast upp og við tölum ekki það og fyrir utan auðvitað bara allt það sem þarf að byggja upp. Evrópusambandið myndi klárlega koma að því að hjálpa okkur við það að byggja upp innviði hér á þessu landi þannig að þeir væru þó allavega á pari við það sem að gengur og gerist á svipuðum slóðum. En ef við tökum mjög flókin veruleika áður en ég gef Haraldi orðið og þú reynir að svara með já eða nei, hvort alþjóðamálin og öryggismálin eða öryggisleysið sem í veröldinni núna, hvort það ítur okkur nær eingöngu eða fjær, hvert er svarið? Alveg rétt, ég beðst afsökunar á því að hafa farið algjörlega í skógarferð í svari mínu við þessari spurningu öryggismálin. En ég held að við sjáum það að það er á fyrir dyrum þegar kemur á því að treysta á Bandaríkin þegar kemur að öryggi og vörnum. Við erum herlaust land og við þurfum að treysta á aðra til þess að tryggja okkar varnir. Það færir okkur næra aðild það sem er að gerast út í heimi. Já, ég meina klárlega er það heppilegra fyrir okkur að vera aðili að bandalagi sem að styður við þau aðildaríki sem þar eru ef að öryggis ástandið í heiminum fer versnandi, já. Ég myndi halda það. Haraldur, þín sín á þetta. Þetta er óþægilegt. Ég hef nú aldrei verið viðtalið þar sem ég hef haft þess að mikla samúð með andmælanda mínum eins og með þér í þessari stöðu Já, þessi skógarferð var nú ekki alveg að tilefnislausu það var ekkert þetta, þú þurftir að komast einhvern veginn út úr þessu vandamáli með hermálin. Staðreyndin er náttúrulega svo að Bandaríkjan hafi verið að reka stríð þarna í Austur-Evrópu í svolítinn tíma og svo gefast upp á því eins og gerist nú stundum eða kannski bara nokkuð oft og þá verða þau undur að Evrópusambandi ætlar að halda áfram styrjöldinni og virðist allar berjast til síðasta manns í Úkraínu og ég meina það er búið að drepa og limlesta þarna 1 milljón manns og það finnst Evrópusambandinu bara einhvern veginn ásættanlegu fórnarkostnaði fyrir eitthvað sem er bara dálítið óljóst og að hugsa sér að það sé einhvers konar öryggisatriði fyrir Íslendinga að gerast þegnar í bandalagi sem á í blóðugust
stríði við stærsta kjarnorkuveldi í heimi og ætlar þar að auki að halda stríðinu áfram og ætlar að hervæðast alveg bara fyrir haus. Það auðvitað þannig að sko manni verður eiginlega orðfall. Einhvern skuli detta í huga það sé hægt að sannfæra Íslendinga um að fara í svoleiðis vegferð. Evrópusambandið búið að ákveða eða Evrópusambandið vill valdamenn í Evrópusambandinu vilja leggja 800 milljarða evra í hermál á næstu 5 árum og það búið að samþykkja eftir því sem ég best veit 200 af þeim milljónum og þetta næst örugglega í gegn því að það bara þeir sem að ráða í Evrópusambandinu vilja þetta og það bætist sko við þar sem að aðildarríkin sjálf sko að setja í þetta allt saman og þetta eru svo gríðarlegar upphæðir sem að þarna erum að ræða þetta eru 1/4 heiðagöng á ári fyrir Íslendinga ef þeir álpuðust þarna inn og allt fer þetta meira eða minna sko í að hlaða undir hergagnið í stóru ríkjónum í Evrópusambandinu og sko öryggi Íslendinga og Íslendingar fengi að sjálfsögða að borga það sko. Það alveg ljóst. Íslendingar fengi reikningin fyrir þessu og hann alveg svimandi hár. Mörgum finnst nóg 1,5%. Já, mörgum finnst nóg það. Sko mjög stór hluti Íslendinga sem ekkert endilega mjög háværir þessar mundir lítur svo á að besta vörn Íslendinga felist í herleysinu af þeirri einföldu ástæðu að herlaus þjóð getur ekki farið í stríð. Herlaus þjóð fer ekki í stríð við Breta þegar þeir koma hingað 1940 og herlaus þjóð fór ekki í stríð við Jörund Hundadagakonung þegar hann kom á sínu tíma og þetta auðvitað þetta sjónarmið sem að býsna ríkjandi hjá stórum hópa á Íslandi og endurspeglast í því að mjög lítill minnihluti Íslendinga kærði sig að kaupa vopn til þess að senda í styrjöldina þarna í Austur-Evrópu. Ólíkt því sem að var í Evrópusambandinu, þar var nokkuð stór meirihluti manna, þegnar Evrópusambandsins vildu fjármagna stríði, vildi borga fyrir stríði, vildi kaupa vopn og senda þangað. En Íslendingar bara ekki á þeirri línu. Það alveg ljóst að gagnvart þessum hópi sem nú bara nokkuð stór, þá það alveg glórulaust að gera stegnar í þessu bandalagi, þessu herveldi, upprennandi herveldi. Svo það auðvitað þannig að Íslendingar eru með samning sem að margir kalla varnarsamningin við Bandaríkin frá því 1951 og Grænlendingar hafa verið ásala Bandaríkjamenn hafa verið ásala Grænland það bara svona ljóst hvað felst í því sko, en Bandaríkin hafa ekki sagt að þau vilja segja upp þessu samningi og sko við erum nú aðtúa það að Bandaríkin eru lang stærsta herveldi í heimi og ég held nú reyndar að þessi samningur skipta ekki miklu máli vegna þess að Íslandi einfaldlega á áhrifarsvæði Bandaríkjanna. Viltu að verða áfram í NATO? Bretar og Bandaríkjamenn, þeim sinni hefur enga skoðun á því. Bretar og Bandaríkjamenn sem eru vitaskuld utan Evrópusambandsins, þeir líta svo á að Ísland sé á sínu áhrifarsvæði og Bandaríkin sérstaklega, en Bretar líka myndu aldrei sætta sig við það að einhvert ríki sem væri þeim andstætt sem væri að fjandskapast við þá næði nokkur í fótfestu á Íslandi. Það bara svo pólitíski raunveruleiki sem við búum við og að ætla sér að fara að sko bæta öryggi Íslendinga með því að gangi hernaðarbandalag með einhverjum þjóðum hann á meginlandi Evrópu sem að eru núna í andstöðu við Bandaríkin svona í einhverjum skilningi þó að það sé líklega tímabundið það alveg glórulaust algjörlega. Sko, ég var nú að fá að bregðast í þessu sko. Það auðvitað þannig að sko það stríð í Evrópu, Úkraína hluta Evrópu og það auðvitað hagur okkar sem smáríkis að alþjóðleg lög séu virt, alþjóðleg lög kveða til dæmis á það að þú ekki að breyta landamærum með hervaldi og það auðvitað sko aggressíft herveldi, Rússland, sem hefur ráðist inn í Úkraínu, tekið yfir hluta landsins og beitir skefjalausum hernaði gegn þessu fullvalda ríki sem með alþjóðlega viðurkennd landamæri sem að Rússar hafa núna brotið gegn.
sko, það ekkert bara Evrópusambandi sem að stendur í því að styðja við bakið á Úkrænumönnum, það eru líka ríki utan Evrópusambandsins eins og Bretland sem hún nefndir hérna áðan og Ísland. Íslendingar eru þeir sem hafa gengið hvað lengst í því að lýsa við stuðningi við Úkrænu og hérna eru til dæmis eina landi sem að sendiherra lokaði sendiráði sín í Moskvu og sendiherra Rússlands úr landi. Við erum hörðustu stuðningsmenn Úkraínu og alþjóðlegu vettvangi og það var nú bara fyrir ríkisstjórn sem að mótaði þá stefnu og undir forystu utanríkisráðherra á þeim tíma sem var Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir og hún enn að vinna í þessum málum að reyna að koma á einhvers konar réttlæti gagnvart þeim úkraínsku börnum sem að hefur verið rænt af herveldinu Rússlandi og flutt nauðug til Rússlands til þess að vera þar heilaþvegin og alin upp sem rússneskir borgarar og jafnvel sendi í herinn. En sko, bara, þú veist, þannig að þetta snýst ekkert inngöngu í Evrópusambandið. Evrópusambandið ekkert í neinum stríðsrekstri í Úkraínu, heldur sko Evrópusambandið bandalag, 27 Evrópuríkja sem að styðja með öðrum Evrópuríkjum við það að Úkraína geti varið hendur sínar gagnvart ofbeldi Pútíns og hans manna í Rússlandi. Því minna sem Bandaríkjamenn Evrópusambandið auðvitað ekkert að kynda, Evrópusambandið bandalag Evrópuþjóða sem bara vilja ekki sjá það að alþjóðleg lög séu fótum tróðin í Evrópu og sjá það sem sína hagsmuni að Rússar geti ekki bara farið því fram sem að þeim sýnist innan fullvalda Evrópuríkja. Alveg óháð því hvað mönnum þykir þetta, hvort mönnum þykir þetta stríði réttlátt eða ekki, þá bara staðreynd málsins að Evrópusambandið á bólakafi í blóðugri styrjöld. Evrópusambandið vettvangur þessara ríkja til þess að samþætta stuðningseinu við Úkraínu. Það alveg hárrétt. Því minna fér sem Bandaríkjamenn. En Evrópusambandið ekki ríki, það ekki stórveldi, það bandalag fullvalda ríkja. Og það eru teknar ákvarðanir sem að tengjast hagsmunum þessara 27 fullvalda ríkja. En með óbreyttri stefnu, hvað varðar Úkraínu, því minna fé sem að Bandaríkjamenn setja í þessi mál, því meira fé kemur frá Evrópu. Já, Evrópuríkin, þar á meðal þau ríki sem standa utan Evrópusambandsins eins og Noregur og Ísland og Bretland, sjá það sem sína hagsmuni, öryggishagsmuni Evrópu, að standa keikir gegn þessum stríðsrekstri Rússa og standa gegn því að Úkraína sem smáríki sem að verja hendur sína, fullvalda smáríki sem að þarf að verja hendur sínar gagnvart risanum í austri, verði látið skrifa undir einhverja niðurlægjandi friðarsamninga og þurfa að láta hendi land fyrir frið. Já, saga Evrópu hefur nú bara verið þannig frá örófi alda að þar hafi verið blóðugar styrjaldur og menn hafa alltaf verið að skrifa undir einhverja niðurlægjandi samninga í bak og fyrir og svo dreipa milljónir manna þess á milli. Já, og Evrópusambandið var að hugmyndina við þurfum að fara inn í það dæmi er alveg glórulaust. Fyrirbæri sem hefur tryggt það að hér hafi verið 70-80 ár. Við skulum athuga það, þarna er gríðarlega mikill menningarmunur milli Íslendinga og þegna Evrópusambandsins. Íslendingar vilja upp til hópa ekki ganga til styrjalda. Hvaða menningarmunur á milli Íslendinga og Svía og Finna og Dana og Hollendinga og þessi munur lýsir sér í því. Viltu lýsa fyrir menningarmunur? Já, ég skal gera það. Á milli okkar og þessara nágranna okkar í Skoðanakannanir sína að yfirgnæfandi meirihluti þegna þessara ríkja í Evrópusambandinu vill að ríkissjóðir viðkomandi landa kaupi sprengjur, vopn og haldi þessari styrjöld gangandi. Lítill minnihluti Íslendinga lítill minnihluti Íslendinga leiði mér nú að klára þetta lítill minnihluti Íslendinga vill kæri sig að fara í aukavinnu til þess að kynda þetta bál þarna í Austur-Evrópu. Það bara liggur fyrir, skoðanakannanir sína þetta og það gríðarlegu munur þarna á og ég heyri að þú vilt teima Íslendinga með þér í þetta bandalag vegna þess að þú vilt halda upp einhverju sem að þú lítur á sem röð og regla með vopnavaldi en þú færð ekki marga á Íslandi með þér í þessa vegferð. Hlutverk Íslendinga í heiminum að reyna að bera klæði á vopn, hlutverk Íslendinga að reyna að fá aðrar þjóðir til þess að hætta að drepa
bak hverjir aðra og það bara svo vegferð sem að við verðum að fara. Mér finnst það góð hugmynd hjá þér, Haraldur, að það sé okkar hlutverk og ég tek undir það. En hvort heldur þú að sé líklega að við getum náð árangri í þeirri vegferð okkar utan Evrópusambandsins eða innan þess? Það sem við sitjum við borðin, það sem alveg klárlega utan Evrópusambandsins. Innan Evrópusambandsins, það gerir Ísland ekki annað en að hlýða Evrópusambandinu. Þetta er bara ekki rétt. Það er bara þannig. Ef við gengjum í Evrópusambandi, þá sætum við borð eins og þetta hér og þar gætum við komið okkar sjónarmiðum á framfæri. Já, sko, okkar sjónarmið Íslendinga skipta engum máli innan Evrópusambandsins. Þau geta alveg skipt máli. Sko, sjónarmið ríkja sjónarmið ríkja sem verður með 10-20 íbúa en Íslendingar skipta engum máli, það er alveg augljóst. Þannig að halda það að hér er nokkur 100.000 manns á Íslandi sem er bara innan við 0,1% af Evrópusamband fá einhverja ráða, það er alveg glórulaust, sko. Það er ótrúlega bjartsýni að halda að Íslendingar muni kaupa þetta. Því sem við höfum fram að færa. Sko, ég held að það sé alveg borðliggjandi að ef við höfum eitthvað fram að færa að þá er betra að vera á vettvangi þar sem að hægt er að koma því á framfæri heldur en að standa utan þessu vettvangs. Og það enn og einu sinni þannig, Haraldur, og þess vegna var ég nú að spyrja þig hennan menningamun, að við erum Evrópubúar. Við tölum indóevrópskt tungumál, við erum meginhluta til innflytjendur frá meginlandi Evrópu. Við tökum meira og minna alla okkar siði, matamenningu, klæðaburð, háttu frá Evrópu og við erum í mestum samskiptum við Evrópuríkir, við erum í langmestum viðskiptum við Evrópuríki, við erum ekkert annað en Evrópuríki. Og við eigum auðvitað að sitja við borðin þar sem að fullvalda Evrópuríki ráða sínu ráðum og taka ákvarðanir framtíð álfunnar okkar. Ekkert af því sem þú segir þarna inniheldur rök fyrir því að Þýskaland og Frakkland og þeirra fylgiríki eigi að fá ráða yfir Íslandi. Og það er auðvitað þannig að við eigum ekki augljóslega meiri samleið með Búlgaríu og Rúmeníu heldur en með Kanada og Bandaríkjunum og Noregi og Sviss. Það sem eru mótaðar sameiginlegar reglur þessu tægi innri markað og samvinna til þess að takast á við alþjóðlegar áskoranir. Þá bara heldum við áfram, sko. Það liggur auðvitað fyrir að við erum ósammála þessar hugmyndir sem að það er jaðra svolítið við kynþáttahyggju og sem ég ætla ekki að fullera að séu það, sko, en það finnst mörgum vera það að við eigum eitthvað svo óskaplega miklu meira sameiginlegt með löndum eins og Búlgaríu og Rúmeníu heldur en þessu löndum sem að ég nefni þarna, Norður Ameríku eða Noregi eða Sviss eða Bretlandi en jafnvel, sko, þó að það væri þannig að þá er það engin rök fyrir því að þessi ríki eigi að ráða Íslandi. Það er eitt sem að við þrír vorum allir sammála fyrir þennan þátt, að það væri ekki hægt að leggja á hlustendur og áhorfendur meira en svona 50 mínútur. Og það eru mörg málefni. Ég hafði nú vitað því upphafi að tipla því í inngangnum að við náttúrulega komumst ekki á dýftina, við förum ekki langt með svona umræðu, en mér finnst ég nú samt hafa fengið sumt frá okkur og ég vona það sem að er gagnlegt og vert að hugsa og ég vona að hlustendum og áhorfendum líði eins, en eru þið ekki bara ánægðir með það að eftir áramót, við erum nú að fara í jólafrí svona hér á Samstöðinni, eru þið ekki bara ánægðir með það að fjölmiðlar spýti svolítið í og geri meira af því að ræða þessi mál eftir áramót? Þurfum við ekki að gera það? Eða viltu bara henda þessu öll í ruslakörfuna og án umræðu? Já, ég held að það sé bara, sko, mér finnst reyndar alveg eðlilegt ef ég reyna að setja mig í spór Magnúsar og hans safnaðar, þá finnst mér alveg eðlilegt að hann reyni að halda fram svona sínum hugmyndum og það er hið eðlilega ferli við að koma Íslandin í Evrópusambandi. Það er að halda upp einhverju umræðu og sannfæra Íslendinga það. Og ég veit að það er auðvitað mjög brattan að sækja í því máli, sko, og auðvitað gengur örugglega aldrei á okkar æviskeiði. Hver veit hvernig hlutinni verða eftir 100 ár, sko. Hvað sagði síðasta skoðanakönnun okkur?
Þið hljótið að muna það, þið hljótið að vera með einhverja tölur og reyna. Það alltaf eitthvað rúmlega 30% sem að vilja ganga í bandalagið. En þegar þú talar við þetta fólk að þá kemur í ljós að fólk hefur alltaf aðrar hugmyndir bandalagið heldur en öfurleikin segir. Þannig að þegar umræðan fyrir í gang að þá mun kvarnast úr þeim hópi. Það ekki nokkuð á því. Og sérstaklega eins og ég sagði nú hér í upphafi þetta gekk ekki upp fyrir 15 árum síðan og núna eru komin ótal mörg atriði sem að mæla ennþá meira gegn því að þetta gangi upp núna. Þannig að það alveg ljóst að það mælir. Það einhvern sem dettur í huga að Brexit séu rök fyrir því að Íslandi að ganga þarna inn. Það auðvitað því gagnstæða og gríðarlega háir reikningar sem að munu koma. Þeir munu auðvitað ekki eftir. Það einhvern sem dettur í huga að það séu rök fyrir því að ganga inn í bandalagið og allt þetta tal styrki sem að Magnús var nú hér með áðan það eru engin rök í þessu máli vegna þess að nettó greiðslur verða alltaf frá Íslandi miklu ríkar en Evrópusambandið að meðaltali. Þannig að nettó greiðslur verða alltaf frá Íslandi til Evrópusambandið og svo fyrir ykkur hluta af þeim peningum aftur til Íslendinga. En það verður þetta alltaf miklu minna. Rétt bara blálókin. Viltu bregðast við þessu síðasta með að af því að við erum svo auðug þá eigum við ekki heima í ESB? Já, ég meina innan Evrópusambandsins eru bæði auðugar og fátækari ríki og auðug og fátæk ríki. Og það eru þetta bara það eru sjálfur sér engin rök gegn því að taka þátt í því að móta það reglur sem gilda á þeim markaði sem við erum inn á nú þegar. Og ég legg bara áherslu á það að inngangi í Evrópusambandið væri auðvitað eitt stærsta skrefið til þess að efla fullveldi Íslands sem að hægt vera að stíga á þessum tímapunkti. Já, þetta eru þið tveir eins ósammála eins og hægt að vera. En takk fyrir spjallið, Magnús Skjöld, Evrópuhreyfingunni og Haraldur Ólafsson Heimsinn. Kærar þakkir fyrir komuna. Takk sömuleiðis. Takk fyrir. Og áfram göngum við göttuna, kæru hlustendur og áhorfendur, nýr kafli hér eftir andartak, ekki fara langt. Ertu með fundi, fræðslu eða kynningar? Vorstjarnan býður baráttuhópum og félagasamtökum aðgang að ódýru húsnæði í 105 Reykjavík. Hafðu samband á vorstjarnan@vorstjarnan.is.